Hlutfallstala kostnaðar er tala sem er skylt að gefa upp þegar maður tekur lán og segir manni hve stórt hlutfall af því sem maður tekur í lán fer raunverulegi kostnað. Það er að segja lántökugjöld, önnur pappírsgjöld, vextir og allt sem maður þarf að borga. Og þá er til dæmis ef að það eru 5% vextir af láni en svo bætast við einhver önnur gjöld, þá þarf að bæta því við og finna út, ok, þá er hlutfallstala kostnaðar kannski 6,5%. Og þegar maður er að bera saman hversu hagstæð mismunandi lán eru, þá er oft gott að horfa ekkert síður á þessa tölu heldur en hvaða vextir eru. Því að það getur verið heppilegra ef að lánið er stutt að hafa aðeins hærri vexti en kannski lægri lántökugjöld. En ef lánið er langt, þá skipta lántökugjöldin í raun minna máli vegna þess að því að þau eru bara einu sinni á meðan vextirnir eru út allan tíma. Eins geta verið einhver hærri svona innborgunar eða seðilgjöld eða eitthvað svoleiðis, það getur líka haft pínu áhrif á þetta, en þetta er tala sem maður má aldrei hunsa. Maður verður alltaf að skoða þessa tölu þegar maður er að taka lán og eins og ég sagði áðan, þá er skylt öllum sem veita lán að sýna manni þessa tölu.